Og frá sundlauginni í Garði förum við í Myllubakkaskóla í Reykjanesbæ. Þar var Harry Potter viðfangsefni nemenda og kennara á þemadögum skólans. Hefðbundið skólastarf var brotið upp og nemendur fóru á ýmsar stöðvar þar sem unnið var með galdastrákin. Komið með okkur í Myllubakkaskóla. Og hvað hafið þið verið að gera með nemendur? Herðu, alveg ótrúlega margt, ótrúlega mikið og margt. Við erum búin að vera til dæmis að búa til kústa, við erum búin að vera að búa til dýr, við erum búin að vera að búa til svona ævintýraveröld, lestarstöð, butterbeer, kökur og skrifa með fjaðurpenna og það er margt í viðbót. Er þetta búin að vera mjög skapandi, myndirðu segja það? Já, ég myndi segja það. Þetta er búin að vera mjög skapandi dagar og ótrúlega skemmtilegir. Hvað hafa krakkarnir sagt við þessu? Voru þið ánægð með þema sem þið völduð? Eða hver valdi þetta þema? Herðu, þetta kom frá okkur starfsfólkinu og þau eru nánast öll búin að segja að þetta sé bara skemmtilegustu þemadag sem þið hafa upplifað. Þannig að það er ekkert annað. Og eru allir bara búin að standa sig ofboðslega vel, alveg frá 6 og upp í 15 ára. Hafa þau öll fengið verkefni við sitt hæfi? Geturðu nefnt einhver verkefni? Herðu, ótrúlega satt, þá höfum við heyrt það frá starfsfólkinu okkar að þetta séu bara auðveldustu þemadagar sem við höfum verið með og bara ekkert vesen, allir glaðir og allir eins og ég segi með verkefni við hæfi. Við erum náttúrulega umgangast ótrúlega frábæra krakka og við bara eigum ótrúlega gott og yndislegt samband við þau. Þannig að við þökkum það náttúrulega að þetta gangi svona vel, að við erum náttúrulega búin að skipuleggja þetta í þaula. Þannig að já, og svo bara eins og ég segi, við erum búin að finna verkefni við hæfi þannig að allir bara geta unnið við sitt. Heldur að skipti máli líka að þið völdu Harry Potter af því að krakkarnir þekkja þetta þema? Já, alveg pottþétt, það þekkja náttúrulega svakalega margir. Ég samt þegar við byrjum þá hafði ég ekki eins og hort á eina mynd. Þannig að ég fór bara í heimavinnu að setja mig inn í þetta. Og ég mæli alveg með að þeir sem þekkja hann ekki að fara að kynna sér hann, sko. Viltu segja mér eitthvað? Við fréttum það að þú ætti svo mikið að Harry Potter dóti. Viltu segja mér út af hverju? Ég veit ekki, ég er búin að horfa allar myndirnar og þær eru bara rosalega skemmtilegar og bækurnar og það gerir mig bara glaða. Ertu búin að lesa allar bækurnar sinna? Ég er að hlusta þær og ég get ekki lesið þær, ég er lesblind. Hvað er uppáhaldsdótið þitt? Viltu sýna okkur það? Geturðu náð í uppáhaldsdótið þitt á borðinu þínu? Og af hverju er þetta uppáhalds? Út af því að þetta er mynd af mér og frænku minni og það er bara svo flott og ég fékk það í afmælisgjöf og það lætur mig vera mjög glöð því ég sé það. Verður svona glöð, er Harry Potter að gleðja þig svona mikið? Verður svona glöð af Harry Potter? Já, mjög mikið. Við tökum eftir því að skólinn er mikið skreyttur. Segðu okkur hvaða hugmyndir voruð þið með gagnvart skólann? Herðu, þetta er náttúrulega skreytingarnir sem eru á göngunum út allan skóla er náttúrulega bara afrakstur þemadagana og hver og einn starfsmaður ákvað sína stöð og við höfum lagt svolítið vel upp með að hafa þemadagana þannig að við getum sýnt einhvern afrakstur þegar að foreldrar og aðstandandi koma og skoða á föstudeginum og opna deginum. Það leggjum við svolítið upp með að það sé eitthvað til sýnis hjá okkur.